Möguleikar tískunnar til að breyta lífi sínu ná langt út fyrir fagurfræðina og fela í sér margþætt hlutverk sem öflugt miðil sjálfstjáningar og persónulegs sjálfstæðis sem hefur áhrif á fjölmarga þætti í lífi konu. Tískan er ekki bara leið til að skreyta sig heldur gerir hún konum kleift að tjá einstaka sjálfsmynd sína og staðfesta einstaklingsbundin persónuleika sinn af öryggi. Hún þjónar sem skapandi útrás þar sem þær geta miðlað gildum sínum, vonum og tilfinningum og farið fram úr samfélagslegum væntingum og hefðbundnum kynjaviðmiðum. Þessi valdeblandi þáttur tískunar nær yfir ýmis svið þar á meðal persónuleg sambönd, fagleg viðleini og samfélagsþáttöku og gerir konum kleift að sigla og móta sínar eigin frásagnir af yfirvegun og áreiðanleika. Tískuiðnaðurinn er svið með endalausa möguleika þegar kemur að valdeflingu kvenna. Það er líflegt, alþjóðlegt vistkerfi sem hefur áhrif á þróun og viðmiðum allan heim og getur því haft djúpstæð áhrif á viðhorf og skynjun samfélagsins. Mikilvægur þáttur í þessu er tækifærið til aukinnar fulltrúa kvenna í forystulutverkum í greininni. Þegar konur gegna slíkum áhrifastöðum skapa þær ekki aðeins sterkt fordæmi fyrir aðrar atvinnugreinar, heldur leiða þær einnig atvinnugreinina með samúðarfullum skilningi á sjónarmiðum og þörfum kvenna. Þetta ryður brautina fyrir fjölbreyttari hönnun og markaðssetningu sem höfðar til kvenna af öllum gerðum. Í samhengi tísku og valdeflingar kvenna eflir það djúpa sjálfstæði og sjálfstraust að veita konu vald til að móta þessa samskiptaaðferð. Valdið til að velja klæðnað sinn, ákvarða hvernig hún birtir sig og ákveða hvenær hún á að tjá sig í fatnaði veitir henni einstakkan vettvang til sjálfstjáningar og fulla stjórn á sjálfsmynd sinni. Umbreytandi kraftur tískunar er sérstaklega augljós í því hvernig rétta klæðnaðurinn getur gjörbreytt sjálfsmynd konu. Klæðnaður sem passar vel, er smjaðrandi og samræmist persónulegum stíl konu getur gefið sjálfsáliti hennar strax aukið. Sérstaklega er hægt að nýta tísku til að skora á og endurskilgreina hefðbundnar fegurðarvenjur sem oft takmarka konur við takmarkandi staðla. Með því að faðma og sýna fram á fjölbreytileika í líkamslögun, stærðum, aldri og þjóðerni getur tískuiðnaðurinn haft áhrif á samfélagslega skynjun og endurskilgreint hvað fegurð þýðir. Þetta getur hvatt til djúpstæðra breytinga á samfélagslegum viðhorfum, stuðlaða viðurkenningu og virðingu fyrir fjölbreyttum framsetningum á sjálfsmynd kvenna. Þar að auki, þegar kemur að tísku og valdeflingu kvenna, hefur hlutverk iðnaðarins sem hvati fyrir fjölbreytileika og aðgengileika mátt til að hafa áhrif á ýmis félagsleg svið.